Herru, sjást. Bye. Hæ. Herru, herru, það kom nýr dagur, vonandi að dagurinn eitthvað segja frábær og fullkominn dagurinn hjá mér. Klukkan núna að detti 3:30, ég að fara að ná í stráki núna klukkan 4, hann var hjá dagmömmu sinni eða ömmu sinni. Bara út af því að, já, bara út af því, bara út af við gátum það sko. Ég á leiðinni þangað, það sem búið að gerast að ég fór með strákinn í morgun. Ég fór á æfingu. Ég fór á fyrstu æfinguna mína. Ef þið eru ekki búin að sjá videobloggið síðan í gær, þá ætla ég í 4 vikna átak. Já, ég ætla bara að athuga hvað ég næ að létta mig mikið á 4 vikum. Ég er 2 barna faðir, ég á hund, ég er giftur og ég þarf að lifa lífinu líka. Breytist eitthvað? Ég veit það ekki. Ég ætla að passa mataræðið. Ég er núna á leiðinni á einn stað. Ég er að fara að ná í stráki núna. Ég þarf að vera komið þangað eftir hálftíma. Ég þarf að komast á einn stað og ná í svolítið til að hjálpa mér að ná þessum árangri. Hvernig það verður? Ég ætla að tala við ykkur þegar ég er hættur að keyra. Já, örugglega eftir að fá eitthvað komment hérna fyrir neðan. Ekki vídeoblogga og keyra sama tíma. Og ég er alveg viss það að kona mín er ein af þeim sem mun setja út á þetta. Ég sé ykkur þetta smá. Herru, þá er ég komin á fyrsta áfangastað. Góð daginn. Ég er að sækja vörn. Ég er með númer einhvers þar. Já. Gjörðu svo vel. Herru, takk æðislega fyrir þetta. Herru, hafa það gott. Það getur verið þarna. Herru, ég er búinn að ná í vörurnar og ég skal sýna ykkur þær eftir smástund. Ég ætla núna að drífa mig að ná í drenginn minn, hann Baltasar Levi Danielsson. Og ég skal sýna ykkur eftir hvað ég var að sækja á, hvað við hjóin vorum að kaupa. Ja, herru, þá er ég búinn að ná í Baltasar. Hann er hérna. Halló. Segja hæ. Ok, ekki segja hæ. Ég er núna fyrir framan húsið það sem er tindamóðir mín á heima og við erum að fara að ná í Aron Hannes og ég er að fara að skuttla honum eitthvað niður í Kópavog út af því að það er eitthvað sem er í leiðinni þannig að það skiptir svo sem ekki miklu máli. Nú bara að bíða. Herru, þá er ég komin heim og Baltasar, hann er komin hérna líka. Allavega, það sem við náðum í, ég, var mikið sem prótein. Við þurfum prótein ef við ætlum að skera okkur niður. Og svo er það næringadrykkurinn. Þessi hérna drykkur, hann er flokkaður sem vegan. Ætlarðu að fá þér te? Baltasar, þú viss? Já, ok. Nú verður örugglega einhverjir sem dæma það að hann sé að fá te, en það var ekki mikið te í þessu. Það var svona 3-4 dropar. Allavega, já, þetta hérna flokkast sem vegan og við höfum alltaf tekið vanilu og mér fannst það ótrúlega gott, ógeðslega gott. En þetta er hindberja og bláberja. Það er ógeðslega gott. Ég fíla það í dölur. Svo þetta te. Þannig að núna ætla ég að fara að drekka te í staðinn fyrir kaffi. Það verður bilaslega erfitt. Af hverju er ekki til te með kaffibræði? Ef það er til, látaðu mig vita. Mér langar virkilega að prófa það. Og trefjar. Og allavega byrjum á þessu.
og ég ætla að fæ mér í fyrramálið, sem sagt á morgun, þá mun ég fá mér shake og við blöndum þetta saman með frostum berjum og okkur dóti og þetta verður skemmtilegt. Hvernig gengur? 1, 2 og wow! Ha! En hérna, já, Anita er að búa til eggjanúðlur fyrir Baltasar og ég ætla að þjóta á lokal og kaupa handa mér og Anitu eitthvað að borða þar. Svona. Allavega, hérna, ég ætla að fara að þjóta núna í lokal og kaupa eitthvað að borða handa okkur. Þá ætla ég að skjótast taka bensín á bílinn. Það er 14 kr. afsláttur hjá Atlas-olíu og við ætlum að nýta okkur það út af því að á eftir erum við að fara að skjótast til Keflavíkur og nei, við erum ekki að fara að skoða íbúð eða eitthvað þar. Litli Danielsson, hann er að fara í, hvað heitir þetta, ljósmyndatöku. Sem sagt að vera að fara að taka mynd af krútinu og svona eiga einhverja fallega myndir af drengnum. Og já, þannig ég er að fara núna að taka olíu á bílinn. Svo er ég að fara á lokal, kaupa eitthvað að borða handa okkur. Baltasar, hann er að borða núna heima þarna, þetta sem ég sagði á hann, ég man ekki hvað það heitir akkur núna. Og já, nú bara borða holt og svona, eintóm gleði og hamingja. Eintóm gleði og hamingja, er það ekki? Jó. Það eru örugglega fleiri en ég að nýta mér hann afslátt út af því að það er alveg þessi bensinstöð hérna í Hafnarfirði fyrir neðan það sem ég á heima við höfnina í Hafnarfirði. Einhverju hluta vegna er aldrei biðröð, það er aldrei neitt að gera hérna. Það er eins og fólk muni ekki eftir þessu stað. En þú veist, þetta er kannski ekki margir á staðnum en það er alveg, ég hef aldrei séð neitt þegar ég hef verið að taka olíu eða bensín. Þá hef ég aldrei séð neitt sem er hérna, akkurat á þessu bílastæði, eins og er akkurat núna. Kannski út af 14 kr. afsláttur. Ég reyndar hef ekki hugmynd af hverju er 14 kr. afsláttur. Kannski bara út af það er afsláttur og er að koma sumar, ég veit það ekki. Ég ætla alltaf að fara að bíða. Við bara bíðum. Já, við bara bíðum sko. Við bara bíðum sko. Við bara bíðum sko. Við getum alltaf orðað þannig að 14 kr. afsláttur. Ég tjekkaði reyndar ekkert á því hvað lítirinn kostaði en 10 skall ég þurfti að tróða 10 skalli á bílinn. Venjulega tekur svona 13 til 15 skall að fylla bíli en hann er allavega sprengfullur, segir maður það. Allavega, nú ætla ég að drífa mig á lokal. Þetta var gaman. Það var gaman að horfa á mig dæla bensíni í bílinn með þér. Ha? Ekki? Herru, þá erum við komin hérna fyrir framan lokal og ég ætla að grípa okkur eitthvað að borða, eitthvað rosalega gott að borða. Sjökum við lokal. Viltu bara allt eða ekki? Jú, settu bara allt á.